Ég heiti Hákon Hrafn Sigurðsson og ég lyfjafræðingur við Háskóla Íslands, prófessor í lyfjafræði og ég er búinn að vera Íslandsmeistari í hálfum járnmanni núna í 6 ár í röð. Ólympískri þríþraut líka í 5 ára í röð síðan 2012. Í júní núna í sumar fór ég til Samorinn og keppti á svona óopinberu heimsmeistaramóti í hálfum járnmanni og vann aldursflokkinn 40 ára eldri og það er náttúrulega komið mörg hundruð manns og eru allir mjög svona keppnismiðaðir, þannig að ég get ekki neitað því að vera keppnismiðaður sjálfur. Ég fann allan fyrir mig að svona áskoranir, þær eru bara skemmtilegar. Þannig að maður einhvern veginn heldur alltaf áfram í því og maður heldur að maður sé komið með kannski nóg í bili að þetta sé orðið fínt sko, en einhvern veginn finnur maður alltaf að maður langar í meira. Þannig að þetta verður bara einhvern veginn verið að vinda upp á sig síðustu ár, sem er kannski óvenjulegt, en ég held að sé svona algengt á Íslandi að fólk fer í gegnum þetta fyrir skóla eða eignast fjölskyldu. Svo þegar að róast í fjölskyldunni og börnin verða eldri og svona, þá er allt í einu nógu frítími og það er unnið þannig bara í mínu tilfelli. Ég byrja að kenna aðeins á 1. ári, svo kenni ég mikið á 2. og 3. ári og maður náttúrulega sér hvernig nemendur þroskast. Svo er ég með lokaverkefnisnema, þá er ég búinn að vera 5 ár hérna og er að gera sjálfstætt rannsóknarverkefni og þá náttúrulega er maður búinn að sjá muninn frá því að koma hérna inn í deildina og kannski kunni ekki mikið og nemendur viðurkenna það alveg, þeir eru náttúrulega búin að læra ýmislegt og svo þegar þeir eru útskrifast í hann þá eru búin að vera að vinna sjálfstætt verkefni í hálft ár eða lengur og maður náttúrulega sér bara mikið munað og þá er maður náttúrulega mjög ánægður þegar maður sér einhvern árangur af því sem maður gerir.